Framsóknarflokkurinn skildi kröfu samfélagsins. Hann endurnýjaði forystusveit sína og hefur nú endurnýjað fólk nánast á öllum framboðslistum. Við kursum okkur nýjan formann sem að skilur þessa kröfu samfélagsins. Hann stendur fyrir sanngirni, heiðarleika og trúnað við þjóð sína. Við viljum verja velferðarsamfélagið, menntakerfið og heilbrigðiskerfið. Öryggisnetið þarf að þétta þannig að það falli örugglega enginn niður á milli og það getum við meðal annars gert með því að fara í heildstæða stefnumótun fyrir einstaka hópa, segjum öryrkja, sjúklinga, börn og námsmenn svo einhverju segir nefndir. En þeirra málefni þarf að skoða á heildstæðum grunni inn í þinginu en ekki út í einstökum ráðuneytum eins og nú ráðherrunum til hægðarauka. Við viljum gjarnan vinna með góðu fólki að raunverulegum lausnum. Lenging lána og frysting þeirra ekkert annað en frestun á vandanum til framtíðar sem við höfum ekki hugmynd hvernig mun líta út að öllu óbreyttu. Við höfum heldur ekki efni á því að velta því fyrir okkur hvort við ætlum að nýta náttúruauðlindirnar. Það var 2007. Draumalandi var ekkert annað en sæmilegur draumur. Nú tekur raunveruleikinn við. Framsóknarmenn vilja raunverulega lausnir til framtíðar fyrir okkur öll.